Þegar Berglind kom heim í gær, þá spurði ég hana hvort að hún vissi nokkuð eitthvað jólapeysuna mína. Því ég var að leita henni í gær og ætlaði að nota hana í vídeónu. Og hún kannast ekki við að spurði hvort ég væri búin að leita í efstu 2 hillunum í skápnum og svona. Ég segi já, ég gerði það sem ég gerði. Eyddi einhverjum 2-3 mínútum í að taka hluti út og setja inn og svona aftur. Búin að leita að mér allan grunn. En hún, já, ok, þá veit ég ekki hver hún er. Þannig í morgun ákvað ég að kíkja aftur. Leita aðeins betur. Allavega, peysan fundin, það komin 9. des og eins og ég sagði í gær þá ætlum við að byrja á sósukveikindinu og meira segja að gera þetta aðeins fyrir sig. Það 9. Má opna þetta. Við erum ekki eða tíma þetta. Ég fór að skoða, kannski við kíkjum á það á morgun til að skemmta okkur. Ég fór að skoða hérna review þetta á netinu sem ég hefði betur skoðað áður en ég keypti sem mjög óvanalegt. Hér erum við með cayenne hot sauce. Sko, sú hugmynd kom upp að ef til vill væri betra að borða þetta með einhverjum mat. Kannski væri þetta, þið veitir, pínu svona listugra ef maður væri ekki borða þetta eitt og sér. Þannig að ég ætla að prófa það, klippum við hérna aðeins af sósunni. Þetta afsakað, það ekki búið að undirbúa þetta neitt hérna sko. Off camera. Svona. Þannig að nú ætlum við að borða þetta hot sauce hérna með sko mat. Þetta var gæsli hugmynd. Þetta var ógeðslega vont. Þetta var virkilega vont. Við skulum hérna sleppa þessu djóki og hérna ég ætla að fara hans og þurrka sósuna með sem sullaðist niður. Svo gefum við tilbaka og við skulum opna dagatalið. Þetta ánum meiri stekin. Þetta gerist þegar þetta svona allt tekið í einni tökku. Það ekki síðan sérna að taka neitt aftur. Þetta var slæm hugmynd, gera þetta ekki aftur. Þannig að ég get allavega sagt að í þessari blöndu þá ekki góð hugmynd. Eða það bætir allavega sósuna ekkert að borða hana með ykkur. En við ætlum að vinda okkur í chili claus. Chili claus, på dansk. Hérna er 9. des. Ég var að giska, sko, eins og Andreas félagi bendi á sem að borða líka og þá erum við hrikalega lélegir í að giska á hvað komið næst. Það sjá, við vorum með eitthvað mjög sterkt á það var 9 í gær, brjóstsykur með 9. Ég held að núna komi eitthvað milt. Ég held að langar ekki að giska á það, en ég held að nú eru gulir brjóstsykrar. Eru gulir brjóstsykrar aftur? Skrítið, í gær á 8. þá eru orange drops. Það aftur einhverju gulir brjóstsykrar. Ég þetta gulir og appelsínugulur sé ekki endilega svo sami. Ok, að þetta eru brjóstsykrar, þá ætla ég bara að borða, og ég fekk 3, og ætla ég bara að borða 2 og gefa Berglind 1. Því að hún fann peysuna mína bara þess vegna sko. Þannig að 2 gulir. Við grunum að þetta nýtt bragð. Já. Þetta svona ginger. Þetta ekkert svona upptökuvænustu sælgætin í heimi þessi brjóstsykra. Kíkjum bara á hvað þetta Þetta spáin stóðst. Þetta bara vind for 6. Þannig að mildur dagur í dag. Það ekki bomba á morgun. Klakkum til morgun, föstudagur. Ég trúa þessu. Ég ekki að neyða ykkur þess að horfa á mig slefa þessu hérna í einhverjar margar mínútur. Þannig að segja þetta gott í dag.
og sjáumst á morgun, sjáum hvort það verður ekki svolítið sterkt. Þetta sýnir ykkur nokkur review af Amazon þetta viðstökkulega sósudagatal.